Komið sæl, áhorfendur og áheyrendur. Heimir Best komin í loftið. Í þessu sinni ætla ég tala við Bjarka Bjarnason sem rithöfundur og sagnamaður. Og mann þá ætla að taka fram að það Laufey Ólafsdóttir sem tæknimeistari, upptökustjóri og stjórnar upptöku útsendingu. En Heimir Best, það hérna næsta blaði í prentu núna. Þannig að þið sem áskrifundur þið vitið það ætti að koma til allra fyrir helgi. En Bjarki, þú ert mikill sagnamaður. Ég fyrir mörgum ári síðan hafði aldrei talað við þig en þá varstu með ykkur að það var eitthvað ganga í Mosó og það gengi á Helgafellið og þú varst að segja sögur þar og sagðir meðal annars frá rústum að hersjúkrahúsi og svo náttúrulega upp á fellinu líka og þetta vakti mikið áhuga mér. Eru mikið svona stríðsminjar eða herminjar í Mosfellsbæ? Já, það mikið herminjum sko, ef maður setur það í svona sögulega ljós, þá nú eiginlega að fara aftur til 1940. Já. 10. maí 1940 náttúrulega bara tímamót í Íslandssögunni þegar breskur herstígur hér á land í Reykjavík og þeir eru með plan náttúrulega hvar á að drepa niður fæti. Höfuðborgin mikilvægust og það þarf að varða leiðirnar inn í hana. Það sestur strax hervörður við Elliðarnar. Aðalega til þess að Þjóðverjar væri ekki að flýja borgina. Og síðan hafa menn strax augastað á Mosfellssveitinni eða Mosfellshreppi. Þarna rétt fyrir utan bæinn. Það bæði út af nálæðinu við höfuðborgina, það sem að stærsta höfn landsins var og Alþingi. Og svo líka nálæði við Hvalfjörð. Hvalfjörður fer strax að vera sem sagt mikilvægur vegna þess að það langur og djúpur og það skjól og það gott skipalagi. Það nú bara flottastöð þarna eiginlega á yfir laug sko. Og Mosfells sveitin, eins og ég segi nú oft, þarna mitt á milli. Þannig að það alveg planið greinilegt að þeir ætla að koma sér það fyrir. Það nóg pláss þar, þeir með tjöld og slá upp tjöldum í víðum sveitina fyrst og svo flytja þær inn byggingarefni, bragga. Ég ætla mikið að kalla þetta fyrstu einingarhúsin. Það sem sagt bogarnir koma tilbúnir og þetta bogadregna járn og svo tekur hvað við öðru. Þeir fara að koma sér fyrir á svona velvöldum stöðum eða þannig má orða. Þeir hins vegar þetta og byggja heilu hverfin sko. Þannig að það alveg fleiri þúsund hermenn í Mosfells sveitinni þá. Þeir í kringum Álafoss, kringum Helgafella sem þú varst að nefna áðan, upp í Reykjakverfi, það sem að Reykjalundur til dæmis var. Og það nú ástæði fyrir því að Reykjalundur það sem hann Já, þeir byrjuðu að nota bragga eftir stríði, kannski komum betur að því eftir, og uppi Hafravatn og víðar og víðar. Og þetta náttúrulega mest að þessi farið, en þá rústir sem alltaf maður tekur eftir Sigurjón, þetta alltaf að vera svona mikilvægar og mikilvægar, þetta að vera meira og merkilegri fornminjar. Allar, þó þetta sé bara einhverjir steipuklumpar, en það mjög lítið eftir að þessu sjúkrahúskverfi þarna sem þú nefnir, en þó aðeins rústir. Ekki komin skjöldur þar eða sem þetta lesa sér til þetta? Jú, það svona fræðsluskilti þarna og mjög mikið stansa þar akkurat og þar sagt frá þessu, þetta var reyndar hersjúkrahús og bara svona umfangi, þetta þarna, þetta ekki bara íbúabraggar, það kirkja þarna, það var sumstaðar í þessum kampum voru bíó, kvikmyndahús. Þetta góða myndir af þessu? Já, það nefnilega, það búið að vera tín og til myndi núna.
Þú með bók hana þú segir þessi nýkomin út? Þessi bók nýkomin út, það sögufélag Kjalarnesins sem maður gaf þessa bók út og ekki Friðþór Eydal. Hann einn af þeir sem hefur sér af sig í hernámsárunum. Það var upplýsingafulltrúi hersins. Já. Ég mani því bara þegar blaðamaður á þenn tíma, sko. Friðþór Eydal, það var oft ringt í hann. Þessi bók heitir Hersetan í Mosfellssveit og á Kjalarnesi 1940 til 1944. Það var bara sem að nefnir hann áan, sko, það var fyrir nokkum, var í marsmánuði þá gegst, það var svo kallað menning í mars og þá undirbyggum við svona stríðsárakvöld, aðlega með ljósmyndum. Og ég tók þarna fólk í Viðdal sem að þekkti til þessara tíma. Kynslóðin er nú horfin sem man þessa tíma, orðina mestu. En þetta var einlega eingöngu byggt á ljósmyndum sem eru mikið til. Sérstaklega Bandaríkjamenn voru mjög duglegir að taka ljósmyndir með betri græjur á þessum tíma. Og það bara tróðfylltist okkar góða félagsheimili Hlégarður. Það hefði verið 300 manns, sko. Leikfélagi var með leikþátt þarna, milli atriða og mjög skemmtilega svona viðburður. Þannig sko áhugi á þessu. Það er mikill áhugi á þessu. Nú er fólki, eins og ég komið aðeins inn á áðan, það er að meta söguna öðruvísi og vill fræðast hana og það sem þótti bara einhverja ljótur steipuklumpur fyrir 30, 40, 50 árum þann hefur svona aðra gildi, segir sögu, það eru til grunnar af bröggum, til dæmis uppið Hafravatn og þar var heilmikið braggabyggð og grunnandi sjást þá, en það eru mjög fáir braggar uppistandandi, sko. Það búið einum braggar reyndar í Mosfellsdalnum og allir það sé ekki bara einn að fáum eða kannski eini braggi það sem búið í. Þar var rædda eins við konuna sem beigði þetta ásamt eiginmanni sínum þannig eftir stríðið og þá kom fram að þetta var rifnir 2 braggar eftir stríð og endurreistir hann inn í dal og svo gaus Hekla 1947 og þá var þetta einangra húsi með Hekluvikri. Þetta hús heiti Víðigerði og það er svo skemmtilegt að það eru afkomendur þessara hjóna sem að búa þarna í dag. Sko. Það er sem búið í einu bragga? Það er búið í einu bragga, já. En það er náttúrulega mjög mikið horfi eins og í Reykjavík alveg og þetta bragga líf. Við erum búin að slátra sögunni svolítið. Já, þannig þetta var líka eins og svo togarasögunni sko nýsköpunartogararnir og við höfum ekki eiga einn eftir. Það var ekki stóð ekki til að arbeita landnámsmannin Ingólf, það var einhvern tíma togaran en það var hann aldrei gert í miður, sko. En hún er svolítið horfin úr Reykjavíkleysi saga, þar að segja en hún lifir í ljósmyndum og Eggert Þór Bernharðsson gerði mjög góða bók sem heitir Undir Bárujárnsboga bragga byggð hérna í Mosfell í Reykjavík segir það var merkilegt bara á Skólavörðholti til dæmis ég sá ljósmynd sko sem var Nýt Björk samt einu svona og þar var einhver erlendur gestur og Ásgeir Ásgeirsson forseti og svo hinum með göttuna það sem er kirkjan núna þar var bara bragga ég fullt af braggum ég er nú kannski komað ég er sjálfur fæddur í bragga sko í hérna í Reykjavík sko það er bara dæmi gert eftir stríð var hægt að kaupa bragga þegar við voru yfirgefnir þegar herinn fór og barnafólk og námsfólk það var húsnæðisskortur í Reykjavík og foreldrar mínir keyptu bragga ekkert langt frá sem við sitjum núna síður það var hérna í Háteigsskampurinn stutt frá Stýrimannaskólanum og þar var ég fæddur og foreldrar mínir voru með okkur 3 æstu systkini þar til faðir minn séra Bjarni Sigurðsson gerðist prestur á Mosfelli og þá fór ég upp yfir og síðan hef ég verið þarna síðan allir þessi braggar Manstu eftir í braggakvörnum? Nei, ég man ekki ég var bara 2 ára þegar við fórum upp yfir man ekki eftir því En
hvað séra Bjarni hversson var pappi? Hann Sigurðsson. Já, og hann var lengi prestur í... Hann var prestur í 22 ár, sko. Já, í Mosfell. Já, hann var reyndar víðar, sko. Þá var hann með hérna Brautarholtssókn. Já. Þar var líka braggar eða stríðsmannverki. Og svo var hann líka með Árbæjarsókn. Þá var ekki þéttbýli byrjað þar. Það var kallað Selás. En var hann með 3 samtímis? Hann var með viðsmyndu sóknir, sko. Hann var bæði með hérna alla Mosfellssveit og það var kirkja á Lágafelli, aðalkirkjan. Seinna kom kirkja á Mosfelli og svo var hann með Kjalarnesið, Hálfkjalarnes á móti prestinum á Reynivöllum sem er það í Sörbæja á Kjalarnesi og svo var faðir minn líka reyndar prestur á Þingvöllum og þjónaði Þingvallakirkju en svo var skipulaginu breytt og það kom þarna prestur sem bjó á Þingvöllum og var það jafnframt þjóðgarðsvörður. Já, ég mynd, þjóðgarðsvörðurinn leið. Já, þannig. Já. En hérna var hann í Brautarholtskirkju á Kjalarnesi sem er búið að gera upp núna og mjög falleg. Já, það er svo kirkja sem er eins og þú segir mjög merkilegt hús og Brautarholtskirkja er byggðum miðja 19. öld. Langelsta húsið á Kjalarnesinu sko og búið að endurgera hana og mála hana svarta það eins og kirkjur voru fyrir tíð það voru tjargaðar oft timburkirkjur þar. Var þessi þá svart alltaf eða eitthvað? Þessi var svart hérna uppalega en svo var að fara að mála hana í svona eitthvað öðruvísi litum en þegar það tekið rækilega í gegn svona varðveislugildi hennar og leita til upphafsins þá kom ekki annað til greina en að hafa hana svarta alveg eins og gert hérna á Búðum á Snæfellsnesi það er líka gömul kirkja, hún er kolsvört alveg þannig voru kirkjur mikið það besta fúavörðin. Herðu, þú hefur langan aldur búið í Mosfellsdal? Já, ég verið eiginlega frá því fluttanga sko, ég er náttúrulega ekki á Mosfelli en ég er skammt frá Mosfelli sko, sem við búum þar sko. Heldur að styttist í að Mosfellsdal verið þéttbyggður? Nei, ég held að það verði nú ekki þannig. Það er nú ekki hentut byggingarland bara út á jarðvegsdýpi. Annars það er mjög niður á dalbotninum. Það er mjög langt niður á fast og stundum verður vandræði hjá þeim sem hefur verið að byggja. Þannig að samkvæmt skipulagi líka á ekki að þétta þar byggð sko. Það er ekki á dagskránni ekki eins og sko. En þú eru upp í hlíðinni? Já, ég er mjög skammt frá Mosfelli sko. Hérna Suðumbóstaður uppalega sem að það gerðist þannig að faðir minn hann gerðist kennari hérna við guðfræðideildina og bara á það búið eftir 22 ár í Mosfellssveitinni og flutti í Kópavoginn og fór að kenna í guðfræðideildinni. Ég var eftir í dalnum, ég hef aldrei átt annars staðar löguheimili fyrir utan þessi 2 ár ég var hérna í Reykjavík. Já, það er mjög skemmtilegt að fylgjast með þróunin og ég man eftir sko að því við erum að tala um stríðsárun og braggaárin, ég man eftir búsetu í fleiri bröggum sko, Ullarnesi og víðar en þetta hefur svona verið á undanhaldi þannig en það er þetta minnast þessara ára með náttúrulega bara ljósmyndum og fræðslu Ég verða þá að spyrja, kynntustu Halldóri Laxness? Já, kannski pínulítið sko, það náttúrulega var hérna nágranni okkar og það var mikið vinnfengi móðminna sem heit Aðalbjörg Guðmundsdóttir og Auðar. Ég get nú kannski sagt eina skemmtisögu hérna hann. Það var nú þannig að við vorum í sama skóla, ég og Sigríður Dóttir Halldórs og Auðar Sigga og það var menntaskóli við Hamralíð og það var nú 8. ár þetta komst á milli upp í Mosfellssveitina það var ekki mikið strætóferðir og við vorum ekki með bílpróf við vorum hins vegar byrjuð að reykja miklu mætti og þá máttum við reykja inn í skólanum sko.
Já, það var öðruvísi endur en núna. En það var ákveðið, við vorum í prófi mann ég og Sigga og við vorum búið með snemma og vorum að fá okkur vindlinga þarna eftir prófið. En vorum ekki að reykja fyrir fram að foreldrar okkar. Nei. En síðan hérna sjáum við að Auður að koma inn þarna fyrir utan á sabinum og Halldór situr fram í. Við erum fljóta að henda frá okkur sígarettunum og setjast aftur í og það mikil reykingalykt af okkur. Svo bara reykið þegjandi í austurátt yfir Elliðárnar. Þá snýr Halldór sér svona við og segir það einkennilegt fólk sem reykir fyrir hádegi. Svo sagði hann ekkert meira það mál. En við skildum alveg skotið. En ég held að hann ekkert var að vera að stríða okkur sko. Það er átt að vita að vissi þetta. Já, og minnir að það sama ár sama vetur þegar hann kom með sér frá útlöndum gaf hann dóttur sinni pípu. Já. Sjálfur var að reykinga. Hann reykti mikið, já. Vindla. Já, hann reykti vindla og nú frægar upptökur í sjónvarpinu þegar hann mátti reykja. Já, í viðtali. Já, í viðtölum. Já. Það var svona gjörningar hjá honum þegar hann var að reykja á pút og svo vindlareiknum. Já. Þetta mjög skemmtilegar upptökur, sko. Já, og svo, já. Það var náttúrulega merkilegu maður og náttúrulega hann þekkti Mosfellsdalinn mjög vel. Já. Mjög mikið Hann kemur náttúrulega þarna 30 ára gamall. Já. Hann fæddur hérna bara við Laugaveginn og foreldrarna Skaupalagsnes og þeir fara á hestum. Þetta 1905. Já. Það einn bíll á Íslandi held ég. Þá var ekki búið að senda á landi. Pappa var að gera Vestfirði. Já, og bóndi. Í Lagsnesi, já. Og húsi sem Halldór alinn upp í frá 30 ára aldrei stendur enn sko. Og notað ennþá sko. Og Guðjón Helgason hét hann sko. Og var mikið í vegavinn upp á Mosfellsheiði og víðar. Þannig að hann kemur þarna ungur og svo síðan Gljúfrasteinn byggður 1945, þá flytjaðu Auður og hann inn í húsið. Þetta merkilegt hús og náttúrulega merkilegt fólk og Auður náttúrulega hefur örugglega skipt mjög miklu máli í sköpun Halldórs. Já, hann alveg hérna, meira að segja staðsetningin það til sko, hann missir föður sinn mjög ungur, unglingsaldri, en hún hélt áfram að búa þarna, móður hans, Sigríður, og hérna, svo hann hleypir heimdragunum og þegar hann vestanhafs þá skrifar hann bréf, ef þú selur jörðina, haltu þá eftir landinu við ána. Og þá var hann greinilega að hugsa staðinn þess að seinna var Gljúfrasteinn sko. Svo seldi Sigríður jörðina en hélt nú ekki landi eftir. Svo þegar að Halldór kemur þarna og Auður vilja setjast þarna að og byggja hús, þá fekk hann land hjá þáverandi eigendur Lagsnes. Þá hérna var hann á fjárréttar og hérna hann fekk leyfi, þá þurfti að rífa fjárréttina og hann þurfti að skildu til þess að kaupa ef ég mann rétt Vírnet í nýja fjárrétt hinum með ána sem seinna var Jónstótt og það var skilyrði hjá refsiyfirvöldum til þess að hann fengi að byggja Gljúfrasteinn sko. Það er nú svona sagan á bakvið þetta, það er ekkert gamalt bíli, þetta er semst úr Lagsneslandi þannig alveg við ána sko. Já, og hérna hann var mjög tengdur sveitinni en það er svolítið gaman sko að hann var nú ekkert að skrifa sveitina fyrir hann skrifar innansveitakrónu. Þá er hann svolítið komin heim og eftir það fór hann að snúa sér að endurminningabókum. Voru ekki 3 bækur hérna? Já, 3 í túnunni heima fyrst. Var ekki einn? Jú, Sjömeistarasagan og fleiri bækur í þeim. En hérna, hann var merkumaður og margar sögur til og ég hafa hann og hérna vinur minn Gunnar var Andri sem ljósmyndari. Já. Hann náttúrulega búin að vera svo
langt síðan hann byrjaði að mynda Já. að hann tók margar myndir af Halldóri og hefur sko meinlaust sko en fyndna frásagnir meinlausar en fyndar hjá Gunnari að hann er eftir en maður líka sem hann býr í Mosfellsbæ. Já, alveg. Já. En hvað er þetta sögufélag? Er þetta sem bara starfandi og virt? Já, það er alveg virt sko. Sögufélag Kjalarnís heitir það og formaður núna, ég var nú lengi formaður í þar. En formaður núna heitir Magnús Guðmundsson, það er einmitt verið að skipuleggja ferð núna og einmitt á stríðsára slóðir svona næstkomandi laugardag. Já, þetta er inn í Hvalfjörð líka. Já, það er sko, það er einmitt Hvalfjörður sko. Það ætlum við að fara af stað frá Hlégarði og fara með rútu upp í Kjós. Og við vorum svo heppin að fá Magnús Þór Hafsteinsson sem er mikið skrifað Hvalfjörðin og skipalestirna sem fóru það er nú eitt sýnir hvað var mikilvægt, það voru stóra skipalestir alveg til Rússlands með hergögn handa Rússum sem þeir nýttu síðan til að sækja úr austri. Það eru mjög furðulegi tímar og aðalstaðurinn sem við ætlum að skoða er Hvítanes sem hann var bara heilt þorp innanlega í Hvalfjörðinum sko. Sunnanverðu, já. Mikla rústir og hérna Ég stoppa þar og gengið Já, það er það sem við ætlum að gera hérna í ferðinni og Hvítanes, það er svona sýning hvað þetta var mikið, það var kvikmyndahús til dæmis og 2 bryggjur, önnur steinstift og hinn stáli. Er ykkur leifar af? Jú, mikið af rústum sko. Voru leifar af bryggju? Já, það er ennþá leifar. Það er ennþá leifar sko. Og það er að fengja að vera sko, en svo, til að sýna hvernig svona þetta gekk fyrir sig þetta hernám sko. Það er nú gott sko og það er búið að vera svona hvað fjandsaleg yfirtaka á hernám Þjóðverja í Danmörku og Noregi. Voru ekki beint vinsalir þar og það kemur andspyrnurhreyfing sem er nú mjög fræg í báðum þessu löndum sko. Þetta var öðruvísi hérna á Íslandi. Atlantshafið voru mjög mikilvægt. Það sem búa hernema 2 Norðurlöndana, það er verið að bombardera England, en réðust aldrei á England, en hildarleikurinn er að færast nær og nær. Bandaríkjamenn bíða átekta, þeir eru að herðaðast, þeir eru mjög velbúnir vopnum og vígtólum. Og þetta er náttúrulega mjög viðsjárverðir tímar og Bretar hernema sem sagt Ísland 1940, 10. maí og strax Churchill kemur þarna árið seinna, 1941 meðal annars í Mosfellsbæ. En síðan er farið að horfa til vesturs og Bandaríkjamenn koma og leysa raun og veru Breta af á Íslandi. Ekki á einu degi, þeir koma og voru miklu betur útbúnir vígtólum og búningum og koma sem sagt upp í Mosfellsbæ og allt land líka. Þannig gerist það. Og þetta er fyrstu afskipti Bandaríkjamanna af stríðinu. Það er að taka við þessum hervörnum og síðan farið að leggja á Íslandi síðan spilast þetta hvert og öðru, það er farið að reyna að kíkja í kringu sig og hvernig hægt er að brjóta Hitler á bak aftur og þá kemur þessi hugmyndum innrásin í Normandí 1944 í júní og það er lagt á ráðin á Íslandi og það fóru hermenn frá Íslandi í þá innrás sko. Þannig hangir þetta allt saman sko. Þannig að Bretar Bandaríkjamenn leysa þá svona af og hérna en vel að merkja að það var allstaðar borgað fyrir þetta var auðvitað hernám en þeir borguðu fyrir, þeir sagðu til dæmis bara að Sigurður við erum að tala Hvalfjörðin þar þeir hafa augastað á Hvalfjörði að vita áðurinn koma að Hvalfjörður er mjög mikilvægur og þeir segja já þá tökum við Mosfellsbæ við höfum bækistöðar þar en við þurfum líka að vera með bækistöðar í Hvalfjörðinu sjálfum
það þarf að þurft að verja Hvalfjörðin og það voru settu fallbyssur við Dalsmynni sem þarna rétt ekki langt frá Hvalfjörðargöngunum. Það voru setta kafbátagirðingar í sjóinn til þess að verja því skip sem flotan sem væri þar. Og svo þurfti að hafa þarna hermenn og þá hafa raugastað á 3 bújörðum sem er Hvítanes, það er gömul bújörð og Hvammur og Hvammsvík. Og þeir bara þurfti að víkja bændurnir en það var meðan þessi einkennilegu tímar gengu yfir en þeir fengu sem sagt vel að merkja greitt fyrir hérna og fyrir það að þeir þurfti að leggja búskapinn af og meðan þetta stóð yfir en svo síðan koma alls konar viðskipti þeir gátu selt þeim egg og mjólk og svo framvegis þetta er ekki smáþorp þetta er fleiri þetta er þurft mikið og hérna ég meina skipta þúsundum bara hermenn í Mosfellssveitinni bara Mosfellssveit og þá búa bara nokkur 100 manns í sjálfur sveitinni og maður skilur ekki hvað en þetta gekk allt ótrúlega vel þetta var ekki árekstra svona milli svona bein og var bara svona góð sambúð og svona kannski svolítið skemmtileg blanda menningu og eitt sem að þið þurftu að gera til þess að í Mosfellssveitinni þeir þurftu að hafa einhverja stjórnstöð eitthvað mannvirki og það er eiginlega eina húsi sem kemur til greina það er Brúaland sem er gamla skólahús og það var félagsheimili líka og þar bjó skólastjórahjónin með mörg börn og þeir yfirtaka það en skólastjóri sem það var, Lárus Halldórsson, hann sagði þið fáið ekki allan skólan ég verð að halda skólahaldi áfram og þeir virtu það alveg, þeir fengu hlut af húsinu og það sem gátu hreiðrað sig og það var svona stjórnstöð svo byggðu þeir fullt af bröggum við Brúaland allir horfnir og hús sem hér Litlaland það er líka horfið þannig og þar var svona getum kallað það stjórnstöðin fyrir hernámið þarna í Mosfellssveitinni þar voru yfirmennirnir en bara í sama húsinu bara þá hélt kennslan áfram það komu bara ungi með yfirstjórn þetta er aldrei okkur finnst þetta skrítið núna svona, þetta voru mjög einkennlegi tímar og sambúðin virðist að hafa gengið furðu vel sko og þetta tala Hvalfjörðin áðan og svona láta þess getið að Guðjón Sigmundsson sem er með hernáms við erum bræðra sínir alveg það bara svo það sé sagt það komið fram sko þetta er verið mikið safn hjá honum veldi þetta er mikið safn hjá honum alveg þarna á Hlöðum fleiri þúsund unir og svo er náttúrulega mikið bragga hverfi þarna innarlega á Miðsandi þarna sem að ég held að sá frægi maður Kristján Lofsson eigi núna nýtti það fyrir hvalveiðarnar eða fólk sem var að vinna í hvalnum sko það var auðvitað þeir voru byggður á stríðsárunum og svo komu auðvitað bandarækjumenn eftir stríð líka og voru með hérna olíubirgðastöðina þegar eftir að gerður Keflavíkursamningurinn og það allt það komu líka einkennlegi tímar eftir stríð og Íslendingar nýjónu sjálfstæðir og herinn farinn og þá var gerður samningur, Keflavíkursamningurinn. En það er ekki annað að sjá en að Kristján Lofsson haldi þessum bröggum við og þetta er alltaf mjög snyrtt að sjá þetta. Það er það. Það er svo sjálft að bara málaður í gær. Já, það er akkurat. Hvítur og rauðir, það er alveg rétt. En sko fyrir þá sem ekki sjá okkur þá ætla ég að segja að það er sagnamaðurinn Bjarki Bjarnason sem er gestur minn á þessu sinni talandi sagnir og áhuga á þeim þegar við vorum hér í útsvari og ef kom spurning sem var þjóðlegan fróðleik þá vissi ég alltaf að þú myndi svara því það er bara þú klikkar aldrei á þessu þú lítur að við erum búin að lesa alveg ógrynni af sögum og gömlum bókmenntum. Já, ég var bara heillast mikið af íslensku sögu sko. Mér finnst hún svo sérstök Sigurjón sko. Finnst hún svo spes. Sko,
Það er svo stutt síðan þetta var svo mikið öðruvísi, sko. Já. Ég get miðað við hérna móður mína, Aðalbergu, Gunnarsdóttur. Hún var fædd 1921 á Norðfirði, sem var ekkert mjög afskætt, það var vísu ekki vegasamband þá. Hún gekk á Suðurskýrskóg og hún sá ekki bíl fyrir hún var 15 ára. Og hugsaði bara tímar sem að foreldrar mínir upplifðu. Faðir mig að fædd 1920. Það er kreppan. Fyrst bændasamfélag sem er svona og fólk að flytja úr sveitinni úr svona sveitum sem hefði lítið breyst í 1000 ár, flytja á mölina eins og báði foreldrar mína. Það með var Árnesingur og hún Norðfirðingur. Þeir koma til Reykjavíkur og hann fyrir nám og hún fyrir að vinna hér. Og svo kemur hérna stríðið, náttúrulega, og þeir flytja í hérna bragga sem hættar að nota, það er heimsstyrjöldin, og örfáum áratugum eru bæði að koma úr svona mjög samfélagi sem er mikið öðruvísi en við þekkjum. Og svo upplifaði kreppuna, bara eins og þessi kynslóð, og svo hernámið og stríðið, og mjög sérstakir tímar, og svo það sem kemur eftir stríð, það verður líka uppspil, og þetta finnst mér bara, öll íslensk saga finnst mér mjög á að vera, sko. Svona, og hefur verið mikið að skrifa íslenska sögu, sko. Það finnst mér. Ég kynntist manni sem er dáinn núna, en hann var, ég man ekki hvað hann gammal til að tala, 90 og eitthvað, sko. Og hann hafði verið, sko, allan 70 ár til sjós. 70 ár? Já, hann fór, sko, þetta er ótrúlega saga, því að pappans var hásetti á Kúttir Sigríði, sem Björn í Ánanaustum var formaður á. Og svo deyr pappi þessam stráks, þá var hann 11 ára gamall. Og hann er elstu 3 systkina. Og þá er þannig að mamman og hann er að tala saman það að það var enga tryggingar ekkert, sko, að hún er jafnvel bara að leysa upp heimilið. Hún myndi aldrei geta, sko, verið með 3 drengi og menn þau eru að tala þetta, sorgleg staða, þá heyraðu að það kemur einhver, þetta byggir eitthvað bæ sem var bara það sem að Héðinssmiðjurnar á Seljaveginum, og kemur og hraði bankað og hann fætti dýrastrákurinn, og þá er það Björn í Ánanaustum formaður á Kúttir Sigríði, og hann segir það að þetta sem þetta voru að þeir séu búin að tala sér saman kallarnir á Kúttir Sigríði það að strákurinn fái pláss föðusins 11 ára gamall, og mamma segir bara nei, kemur ekki til greina, hann fer ekki 11 ára gamall út á sjó. Þá segir hann, við lofum því að vera góðið við hann. Og hann fær bara heilan hlut og hérna, og það verður úr þrátt fyrir mótlæti og þetta er nú mikið rask og það er svo falleg sagan, sko, þegar þeir ganga saman hönd í hönd, hann og mamman niður á bryggju, hún haldandi á pókonum fyrir hann, sko, og þá var ekki höfn, sko. Það lá bara Kúttir Sigríði við festar, sko. Þá fór ég bara litla júlu og það var róið, og hérna þegar hann sér mömmu sína á bryggjunni og hann sér hún er hágrátandi, sko, að horfa eftir honum að fara út á sjó í svona einhverja svona þá veröld, sko, en það var ekki verið en það, hann var bara til sjósandur var áttræður. Þetta var 70 til sjós, að hérna hann enda þetta sem eftirlitsmaður þegar var að vera að fóra með, sko, frystiskipunum, þegar var að landa freðfiskinum, það var svona hleðslustjórn, hafði umsjómið því undir að síðast, hann var ekki kannski beint sjómaður, en hann fór samt með skipunum, sko, þannig að hann var eiginlega 70 til sjós þessi maður. Ég skil þig. Og svo líka annar hittis, þetta er svolítið merkilegt, föðurafi minn, hann fæddist 1859. Þetta er eitt ímynd það, sko. Já, hugsaðir. Þegar maður skoður Íslendingabók á vantar eina kynslóð inn í. Hann fæddist 1859 og átti 6 börn, hann og amma, og þegar hann deyr áttræði frá 6 ungu börnum. Þetta er eitthvað sambærilegt dæmi að þau erum að tala um fjölmiðla, hérna var ekki Axel Thorsteinsson sem var frægur fréttamaður? Já. Afi hans var fæddur á 18. öld
og mamma bara eftir honum sko. Ef ég man þetta rétt. Já, Axel náttúrulega skrifaði mjög mikið, það ekki sá sami? Jú, hann var útvarpinu, frétt þetta segir Axel Þorsteinsson, mamma bara eftir því. Hann var útvarpsþulur. Já. En hvaðan kemur áhuginn hjá þér? Bara hefur alltaf verið? Já, ég held að aldrei sko, þetta kemur mikið gegnum foreldra mína og hérna sérstaklega faðir minn átti mikið af bókum og hérna safnaði svolítið bókum mikið með mikið af þeim bókum ég sé svona hann hefur fylgst mjög mikið vel með sko það að kaupa nýjustu skáldsögunar eftir John Steinbeck og Hemingway og svona hérna þegar það kom út og svo hérna já, ég hef verið bara mjög og áhuga svo á sögu líka alls konar sögu og íslensku máli líka fór í háskólanám í íslensku og kendi reyndar í íslensku líka lengi og svo langaði mig að fara að skrifa og vinna blaðaútgáfum að hugsa tilbaka ég gaf út blaða á hérna heimili mínu það var nú alltaf vinnufólkar líka og hvað heldur það við heitið? Það heit Árvakur, ég hugsa að það verið árið frá Morgunblaðsins útgáfu félag Morgunblaðsins Já, en sko þeir eiga lénið arvakur.is en ég á lénið árvakur.is Nú er það, já, ok Ég veit ekki hvað ég gera það en mér er bara svo gaman að eiga það Já, þetta var hérna og svona sagna hefð finnst mér svo skemmtileg það var töluvert bú þarna á Mosfelli sem ég alveg upp og þar var hérna alltaf sami maður vinnumaður hjá okkur hver einasta sumri og hann kom það voru 20 allsystkinin þetta eru Bjarnfreðsbörn og Ingibjargarbörn úr Meðallandinu það hét Sigurbergur Bjarnfreðsson sá sem var vinnumaður alltaf á sumri sko Er þetta þá bróðir hérna Magnúsar Bjarnfreðssonar og aðalegar og fleiri, þeir voru 20 allsystkini og hann var alltaf að segja okkur systkinunum sögur Meðallandinu og það fannst okkur ævintýralegt sko þegar það voru að veiða sel og fisk og svona en hann skrifaði ekki neitt sko það var svona munnlega gemdin og þetta fannst maður mjög svona framandi miðað við þó maður byggir nú sjálfur í sveit í Mosfellssveitinni sko og hann hafði mikið áhrif á okkur krakkana systkini sko Bergur, svo var hann alltaf á vertíð á Vestmannaeyjum sko þegar hann fór Sigurjón þetta var 20 systkina hópur hugsaði svona hann var fæddur 1916 þeir voru fædd á fyrirhluta aldarinnar það gat ekki alveg verið bændur þetta var nú lítið kotbíli sem við byggum á Steinsmýri hvar var þetta að leita í Vestmannaeyjum og þegar hann fór fyrst í Vestmannaeyja hann fór á fótgangandi til Reykjavíkur þetta er svona 1930 upp bara kreppárunum horfði á eyjarnar en hann komst ekki þar í skip og komst þó í skip í Reykjavík og sigldi það til eyja og það var nóg vinnað þar sko og hann var í mörg ár þannig hann fór á vertíð í Vestmannaeyjum en svo var hann kaupamaður á Mosfelli á foreldrum mínum og var mikið heimilisvinur hjá okkur Sigurbergur hét hann En á Mosfelli leituðu að Silfur Egils? Já Ég finna nokkuð? Ég hélt að ég verið búin að vinna það sko alveg í alvörinni sko þá var ég hérna, ég veit ekki 10-12 ára gamall og hérna það var svona grjótskriða þarna ekki langt frá kirkjunni og ég sé eitthvað ryðkað ílát eða eitthvað sem ég taldi náttúrulega vera silfurkistu og ég fór með hérna tól, naglbít og hamar minni mig og var að paufast við þetta á kvöldin vildi ekki segja neinu frá þessu sko. Og geymdi þetta á leyni stað þetta var svona framhaldsverkefni hjá mér nokkra daga þangað er mér tókst að opna þetta ílát þetta var nú hulið jarðvegi að mestu leyti
og það var nú ekki silfursjóður, það var bara full af mold. Það var nú... Vonbrigðin hafi verið mikil. Já, strákur það sem aldrei það lítið. Já, það var alltaf maður. Hugsaði þetta Silfur Egils og var alveg uppið sögur af honum. Þetta er auðvitað hérna snildalega gert hjá, ef við segjum á Snorri Sturluson að við skrifaði Egilssögu. Það tali mjög líklegt. Hann segir ekki hvað þetta er, hann nefnir 3 staði sko. Það var hæfilega loðið. Gæti verið í Gili þarna. Gæti líka verið í hérna hverunum sunnarlega í dalnum sko. Þar voru mikið að hverðan hvað þeir voru virkjaðir á síðustu öld. Svo gæti það verið í Fenníum líka, svona hæfilega loðið, þannig að það er útilokað að negla þetta niður. En í Mosfelli líka eitthvað, er það ekki? Í Mosfelli? Ekki Mosfelli sjálfu, nei. Það reynda til saga annað Mosfelli í Grímsnesi, svona lík svona fjársjóðsaga og þar minnir mig að það veri farið með fjársjóðinu upp á fjallið, sko. En ekki þarna, ég er ruglað saman þessi deimur kannski. Það geti verið, en það fannst hérna, sko, einu sinni fannst það. Og það var eitt af fáum skiptum sem að það var íslensk frétt á forsíðu Morgunblaðsins. Og það var hérna bara fínasta mynd sem Óli K. Magnússon tók af mönnum þarna. Hann var nú bekkjarbróðir með Guðmundur Jónsson frá Reykjum og hinn var maður sem Guðmundur Ásmundsson heitir. Og þeir bara fundu silfrið í Kirkili, að rétt að það sem býr núna í dag. Þetta var allt sviðsett, þetta var hérna fyrsta Afrika, mjög vel hefnað. Og hérna Jón M. Guðmundsson, þekktur bóndi og oddviti á Reykjum. Hann var eitthvað að bralla þetta með Matthías Jóhannesen, held ég, ritstjóra. Búið þetta til og þetta var mjög vel unnið, fréttin og ljósmyndin. Og við vorum jakkamnir, ég og Guðmundur Reykjum sem var þarna á þessari frægu mynd. Og svo daginn eftir, við vorum fyrstulega mjög stolt af honum bekkjarsískinn að skildi vera mynd af honum á forsíðu Moggans og þó þetta var allt tilbúningur og augalígi. Og við spurðum hann, hvað var þetta? Var þetta ekkert hérna, hvernig fóruð það að því að hafa þetta svona eðlilegt? Þetta er eins og silfurpenningar. Þá sagði Guðmundur, blessaði verðum að pappi bara, hann tók bara svona gamla smurulífubrúsa og járnaklippur, klippti svona hringi og þá var þetta svona eins og penningar. Þetta var mjög flott mynd, hún er mjög vel unnin og virkaði. Það kom fólk að upp, ég man þetta í. Þetta er 1963 sko. Fólk uppbyttir sem að lét narra sig eins og á að gera 1. apríl. Jú, álatar fólk einmitt. Þá ekki bara plata að ljúga, þá að láta hlaupa. Það er aðamáli, hlaupa apríl. Það tókst allavega það skiptið sko. Er það hættur að vinna? Ég? Nei, ég hef aldrei verið hérna meira vinna hvað var það svona ritstörf sko. Sem að þú bara stýri sjálfur. Sumt er ég hérna, er ég beðin og ráðin í eitthvað verk og sumt ger ég nú bara, nú reyndar búin að senda í prentun eða umbrót skáldsögu, nú landsinni ég skrifa skáldsögu, sem að kemur vonandi út bara innan tíðar. Svo er ég að vinna, skal ég segja þér að þegar maður tala mikið þessa heimasveitir, Árbók ferðafélagsins sem er Kjósarsýslu, það er alltaf eitthvað afmarkasvæði og Kjósarsýsla finnst mér mjög svona áhugaverð heild. Það er sem sagt Mosfellshreppur eða Mosfellsbær í dag, síðan er það Kjalarnesið sem hét Kjalarneshreppur og sameinaðist Reykjavík og svo er Kjósarhreppur sem er ennþá til. Þetta hét Kjósarsýsla, þetta er alveg frá var lengi frá Elliðánum og alveg upp í Hvalfjarðarbotn. Og þetta er mjög svona áhugaverð heild svona. Og nóg að taka. Nóg að taka, það var meira sko áður fyrir meiri svona samgangur heldur en ég í dag. Til dæmis þegar ég var í skóla hérna á Brúalandi í Mosó, þá voru krakkar Kjalarnesi þar í skóla og Kjósinu og þeir voru í heimavist.
í Mosó sko. Það þótti alltaf langt að vera að keyra daglega ofan að Kjalarnesi í skólanir í Mosfellssveit. Það var bara farin heim helgar sko. Þannig og það var einu sinni sýslu glíma, kjósasýslu og sýslukór, kjósasýslu, þannig að þetta svona félagsleg heild. Svolítið meira, jafnvel meira heldur en núna í dag. Og hérna mjög áhugavert að setja þetta svona saman í einni bók sko. Það er víða fallegt. Ég hef spilað golf í hérna Brautarholti, golfvöllinu þar. Já. Hann er ævindýrlega flott sko þarna. Já, mjög fallegt. Það er rosalega fallegt í Brautarholt þar í kring. Mikil saga þar. Það er að segja það að sérstaklega sko grínið eða flötur á fyrstu, þetta er bara ævindýri sko. Og þar útlendingar sko, þar stoppa þeir svo lengi, kannski tefja lengi því þeir að fara að taka myndir, þeim finnst þetta bara geggja sko. En það er völlur oft meðal merkilegustu valla í heimi sko, í einhverjum svona golfuritum sko. Já, skal engan undra. Þetta er mjög fallegt. Heyrðu, við verðum að fara að hætta. Já. En hérna nýbyrjaðir. Já, segðu. En já, þetta er búið að vera mjög skemmtilegt. Jón, þú haft gaman að þessu líka. Já, þetta er mjög gaman. En Bjarki Bjarnason, þakka þig fyrir það. Já, takk. Og ég ætla að endurtaka það. Laufey Ólafsdóttir sem er tæknimeistari þessa þáttar. En ég sé ykkur aftur í næstu viku með einhvern allt annað þátt. Takk. Takk fyrir.